Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, velkomin í Hljómahöll og það er ánægjulegt að vera komin hérna saman bæjarstjórnina 9 eftir sumarfrí. 570. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem nú er haldinn í Merkinesi í Hljómahöll. Á þessum ágæta degi 20. ágúst er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Felix Rúnarsson, Jasmína Sarnats og ég tek það fram að það er fyrsti fundur hennar hér í bæjarstjórn og verður velkomin. Mættur eru einnig Andri Örn Víðursson, Margrét Ólöf Sanders og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Og á ógleymdum Kjartani Má Kjartasyni, bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar Jóhanni Friðrik Friðriksyni sem hér stendur. Fyrir fundinum liggja 4 mál á dagskrá. Fyrsta er fundargerð bæjarráðs frá 15. ágúst 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. ágúst 2019, fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst 2019 og síðan er það fyrsta umræða jafnréttisáætlunar Reykjanesbæjar sem tekin eins og ég segi til fyrri umræðu og er það 4. liður á dagskrá. Nú við hefjumst handa við dagskrána sem liggur fyrir og fyrst er það fundargerð bæjarráðs frá 15. ágúst 2019 og gef ég orðið laust. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvart sér hljóðs, gjör svo vel Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kem hérna undir máli númer 12, ráðning forstöðumanns Súlunar. En D-listinn telur að með fjölgun nýrra starfa á bæjarskrifstofum sé verið að auka báknið í stað þess að nýta tækifærið og minnka álögur á íbúa. D-listinn lagði fram eftirfarandi áhersluatriði í upphafi kjörtímabilsins. Aukið svigrúm í fjármálum skal varið í að minnka álögur á íbúa, hlúa að innviðum en alls ekki til að auka bákn sveitarfélagsins. Undir þetta rita Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Margrét Sanders og Andri Örn Víðursson. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs? Guðbrandur Einarsson hefur gert það, gjör svo vel Guðbrandur, velkomin í pontu. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Maður þarf að venjast gönguleiðinni svona upp í pontuna hérna á þessum stað. Maður var vanur hinni og svona til að rifja upp þá er þetta 3. staðurinn sem ég sit í bæjarstjórn það sem fundir hafa verið haldnir. Uppi á loftinu innan á Tjarnargötu og síðan í bíósal Dúshúsa og ég fagna því að við skulum vera komin hingað í þetta hús sem er nú eitt það besta sem við eigum á svæðinu og hér mun okkur örugglega líða bara ágætlega. Við erum hér að ræða fundargerð bæjarráðs frá 15. ágúst en það eru jafnframt lagðar fram allar þær fundargerðir sem að bæjarráð hefur haldið þann tíma sem að bæjarstjórn hefur verið í sumarleyfi. Og það er að sjálfsögðu heimilt fyrir bæjarfulltrúa að reifa þær fundargerðir ef þeim sýnist svo þó að það sé ekki til afgreiðslu hér á þessum fundi nema þá bara svo síðasta þar sem að bæjarráðið hafði fullnaðarvaldið á þeim tíma sem að bæjarstjórnin var í fríi. Og það er auðvitað ýmislegt gott búið að gerast í sumar fyrir utan góðaveðrið sem við höfum öll fengið að njóta. Eitt er nú að sveitarfélagið stendur nú í endurfjármögnun eða að skoða möguleika á því að endurfjármagna meðal annars þetta hús. Það mun leiða til þess að þetta hús verður án skulda þegar upp er staðið ásamt fleiri eignum. Og því ber auðvitað að fagna að þú verði raunin í framhaldinu. Við erum reyndar að glíma við eitt erfitt mál sem hefur verið til umræðu í bæjarráði í sumar og það er riðkláfurinn sem að
stendur hér við Njarðvíkurhöfn og við það að sökkva og við vonandi náum því að koma honum á þann stað sem að áætlað að hægt verði að rífa hann. Þannig að við erum auðvitað að takast við áskorunir jafnframt en þetta gengur auðvitað bara að mestu leyti ágætlega. Við höfum líka verið að svona máta okkur við nýja fjárhagsáætlun fyrir árið sem er framundan og það er auðvitað áskorun í sjálfu sér að búa til fjárhagsáætlun sem að mun svo standast og þó þannig að við séum ekki að skera við nögl alla þá starfsemi sem að hér þarf að eiga sér stað. Og það getur auðvitað verið erfitt. Það er talsverð þörf á fjárfestingum til framtíðar og það er auðvitað þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn leyfir sér að tala hér bákn að þá er hér krafa aukna þjónustu hjá sveitarfélaginu og hún hefur legið fyrir lengi. Við munum það sem að voru hér að vinna að fjárhagsáætlunargerð á síðasta ári að það kom ósk að mig minnir 40% ný stöðugildi hjá sveitarfélaginu. Þannig að það er veruleg þörf að bætt verði í og við munum örugglega sjá slíkar óskir við undirbúning þessarar fjárhagsáætlunar. Væntanlega er verið að vitna í það að það var auglýst eftir 4 starfsmönnum í sumar og þar voru 3 ný störf. Eitt af þeim var nú fjármálastjórinn sem hafði látið af störfum og við þurftum að ráða nýjan. Og ég vil nú lýsa ánægju minni með hvernig til tókst í þessu öllu saman. Við erum búin að ráða til starfa 4 mjög hæfa einstaklinga, allt konur og ég vænti mikils og góðs af þeirra störfum í framtíðinni. Talandi að þetta sé eitthvað bákn að ráða hér yfir forstöðumann sem ætlar að halda utan og samþætta ýmis þau verkefni sem að sveitarfélagið er að sinna, finnst mér athyglisvert. Þetta reyndar var á stefnuskrá allavega 2 flokka í meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar að endurvekja þessa svokölluðu gömlu móa þar sem við tækjum inn á sama stað markaðsatvinnu og menningarmál eins og var hér forðum tíð áður en að sjálfstæðismenn splundruðu þeirri skrifstofu. En við erum svona að draga það saman á eitt stað á nýjan leik og væntum mikils af þeim einstaklingi sem hefur verið ráðinn til starfa í það verkefni. Nú, við erum að fara að gleðjast yfir ljósanótt. Hún er framundan. Við ætlum að nýta gömlu búð undir þessa nýju verkefnastofu og við ætlum að sýna gömlu búð á ljósanótt sem að það búið að vinna þar kraftaverk við að endurbyggja hana. Þannig að það er margt gott að gerast og ég hlakka til vetrarins og að takast á við ný og skemmtileg verkefni. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvart sér hljóðs. Gjör svo vel, Friðjón. Forseti okkur til bæjarfulltrúar og gott að vera komin hingað í hljómahöll. Aðeins vegna orða þeirra bókuna sem hér var lesin upp langar mig aðeins að taka það fram að þetta er nú minna en 0,3% af starfsmenn Reykjanesbæjar sem hér að ræða. Hér voru greiðileg fjölgun undanfarna árum og það var sýnt fram á það og hefur verið gert nokkrum sinnum í bæjarstjórn að fjölgun starfsmanna hjá Reykjanesbæ hefur ekki verið í neinu samræmi við fjölgun íbúa. Fyrir 2 árum var gerð atlaga því að tala við varum að ráða allt og mikið af fólki og auka við báknið
en það nú verið sýnt fram á það nokkru sinnum að svo ekki og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðbrands. Þetta samt aldrei skrítið hvernig þessi umræða fer fram að fagna nýju starfsfólki á þennan hátt. Ég minni það á síðasta kjörtímabili þegar farið var í aðhaldsaðgerð hérna í sveitarfélaginu að þá greiddu sjálfstæðismenn atkvæði gegn því að minnka aksturspening og yfirvinnu. Töldu að við vorum að ráðast á starfsmenn þá. Núna erum við að ráða 4 nýja starfsmenn sem raun og veru að koma í, 2 þeirra eru allavega koma í stað annara starfsmanna og 2 starfsmenn nýráðnir af 1100 starfsmönnum sveitarfélagsins finnst mér ekki vera auka við báknið. Þannig að þetta er svona eins og auglýsingabæklingur hjá sjálfstæðismönnum að við séum að stækka báknið. Mér finnst þetta rangar ásakanir og sérstaklega á þeim degi sem við erum að skrifa undir samning við lögregluyfirvöld þar sem að ræða verkefni á lýðheilsusviði og við erum að fagna því að hafa nýráðið lýðheilsufræðing til starfa og þá finnst mér þetta undarlegar ásakanir hjá Sjálfstæðisflokknum að gera það. Mér finnst stundum að menn ætti þá að koma með tölur til að sýna það þegar að meirihlutinn er að reyna að bæta í og bæta gæði þjónustu í sveitarfélaginu. Að menn skulu ráðast svona að nýjum starfsmönnum. Mér finnst ekki alveg hæfi. Það er fullt af öðrum góðu verkefnum sem unnið hafi verið að það í sumar sem þetta eru hér til umræðu og menn geta þá tekið síðar upp þegar menn eru kannski búin að skoða það betur og sem eru kannski verðugri umræðuefni heldur en þetta. Margrét Sanders hefur hvast í hljós. Gjör svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er virkilega ánægilegt að vera hérna í Stapanum, hljóma höll og sérstaklega það eru margar góða minningar hérna, ekki bara í djammi heldur líka vinnu. Og þráttur að vera flutt í 230 þá líður mér líka vel í 260. Ég fannst að mestu mjög góð ræðan hjá Guðbrandi vegna þess að það er margt sem er búið að gera sem er gott og því bara fagna. En það er ekkit þannig að það sé bara allt gott og frábært. Og það sem að við höfum verið að gagnrýna og af því að það var nefnt áðan þessi mikla þessar óskir fjölgun starfa, þá skulum við átta okkur á hvað voru margir sem voru að biðja sviðsstjóra Súlunar. Hvað voru margir að biðja aðstoðarmann bæjarstjóra? Hvað voru margir að biðja lýðheilsufræðing? Ég sá ekki neitt af þessum, en ég ætla samt að taka fram varðandi aðstoðarmann bæjarstjóra að ráða ritara fyrir bæjarstjóra fannst mér sjálfsagt. Leið og það kallast aðstoðarmaður bæjarstjóra að þá ertu farin að tala miklu dýrari starfsmann. Við vorum mjög heppið með starfsfólk og mér dettur ekki í hug að ráðast af því fólki sem að er að fara að koma eða er þegar mætt til starfa, enda er þetta væntanlega allt bara eðal fólk. Og ég fagna því að það er áhugi að koma að vinna hjá Reykjanesbæ. Við hjá D-listanum og álistinn sátum hjá við afgreiðslu sviðsstjóra Súlunar vegna þess að við vildum ekki greiða atkvæði á móti vegna þess að þetta er einn af 9 stjórnendum bæjarins og okkur fannst það rangt. En að fjölga og líka það ef þið horfið á auglýsinguna sem var vegna sviðsstjóra Súlunar, þá er það næstu því alveg eins og auglýsingin sem ég er með fyrir fram að mig frá 17. febrúar 2018 og punktarnir þar, ég held að það hefði jafnvel ekki þurft að prenta alveg auglýsingun upp á nýtt. Það hefði þurft að bæta tvennu við, annars vegar að þetta veri sviðsstjóri eða þá forstöðumaður, Súlunar heitir þetta víst, og hitt verkefnastjórninni. Og það er alveg rétt. En þarna 1,5 ári síðar,
þá er verið að ráða sem sagt aftur í starf sem er bara mjög líkt. Það geta allir komið hérna upp á eftir mér og sagt að þetta sé ekki rétt hjá mér. Ég er bara að lesa og getur lesið saman þessar 2 auglýsingar. Þetta er nákvæmlega það sama sem við verðum að tala um í báðum tilfellum. Þannig að það sem við erum bara að segja er ekki það að það sé ekki eðlilegt að fjölgi kennurum eða að fjölga nemendum og svo framvegis. En eru þetta réttar áherslur? Það er það sem að við erum bara ekki sammála ykkur enda eigum við ekki að vera sammála endilega allt. Þetta eru okkar áherslur, okkur finnst, persónlega og prívat er ég sammála D-listanum í því að við eigum að minnka báknið og við eigum að lækka álögur á íbúa. Punktur. Orðið er laust. Guðbrandur Einarsson hefur hvað til ljós. Virðulegur forseti, já, ég er sammála þeim sem kenna sig við svokallaðan D-lista en eru sjálfstæðismenn í reyndinni að ef það er til eitthvað bákn þá á það ekki að viðgangast. En ég á erfitt með að sjá hvar þetta bákn er að finna. Ég veit ekki betur en að starfsmenn hafi undanfarin ár hlaupið helmingi hraðar en flestir starfsmenn annarra sveitarfélaga til þess að ná utanum þennan rekstur sem að okkur ber skylda til að veita og þeir hafa að minni hyggju unnið kraftaverk við að koma þess á réttan kjöl aftur, jafnvel á miklu lægri launum heldur en greiddur annars staðar. Þannig að ef að hægt verður að benda mér á báknið, þá skal ég vera tilbúin til þess að setjast niður og skoða með hvaða hætti við getum skorið þetta fíturlaga utan af rekstrinum. Ég veit ekki betur en að rekstur Reykjanesbæjar hafi verið grindhoraður í gegnum tíðina, eða að minnsta kosti undanfarin ár. Nei, það kemur ekki allt frá starfsmönnum, þær óskir sem eða þær ráningar sem áttu sér stað núna. Það vill svo til að við sem stjórnmálafólk í meirihlutanum hefum ákveðna sýn á það hvernig við viljum reka þetta sveitarfélag. Og hún kom meðal annars fram í málefnasamningnum okkar. Og við erum með nýjum ráðningum að koma því til leiðar sem að í þessu málefnasamningi stóð. Meðal annars að leggja áherslu á lýðheilsu og þess vegna riðum við til okkar lýðheilsufræðing og mér sýnist nú öllu að við höfum verið mjög heppin með þá ráðningu. Okkur hefur fundist vanta upp á það að það sem við höfum hér og eins og okkur var bent á hér af utanbæjar manni sem að reyndar er orðinn innanbæjarmaður í dag hér á fundi áðan. Við sjáum ekki oft það sem við þurfum það góða í sveitarfélaginu okkar. Við viljum með þessu nýta það betur og samnýta það. Láta hlutina styðja hvern annan. Og með því að ráða þennan verkefnastjóra eða forstöðumann Súlunnar erum við að stíga það skref. Við ætlum að samnýta ákveðna þætti til þess að koma þessu sveitarfélagi áfram. Ég veit ekkert hvort að það tekst ekki allt sem maður ætlar sér í tilverunni, en þetta er að minnsta kosti tilraun til þess að reyna að gera betur. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá vil ég bera fundargerð bæjarráðs frá 15. ágúst 2019 til fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skrifa merki. Og þessi fundargerð er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. ágúst 2019 og vanda eru þar þættir sem sérstaklega þarf að samþykkja og fjalla ef okkur sýnist svo. Fyrst ber að nefna
sjötta lið í fundargerð sem er viðbygging. Orðið er laust sjötta lið í fundargerð. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þeim lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hann vinsamlega skeiði merki. Og hann er samþykktur 11.0. Næst myndi það vera 7. liður. Djúpi voru 9, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóð, svo ber ég hann undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt 7. lið, vinsamlega skeiði merki. Og hann er samþykktur 11.0. Næst myndi það vera 10. liður í fundargerð, deiliskipulag. Orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þennan lið, vinsamlega skeiði merki, 10. lið. Og hann er samþykktur 11.0. Nú þá komum við að 15. lið í þessari ágætu fundargerð. Brekadalur 59, stækkun á byggingareit og orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþykktar 15. liður, þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiði merki. Og hann er samþykktur 11.0. Næst er það 16. liður, skólavegur 48, stækkun. Orðið er laust þann lið í fundargerð. Er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki og ber ég hann undir fundi til samþykktar. En tek fram að Anna Sigríður Jóhannesdóttir situr hjá undir þeim lið, þeir sem geta samþykkt liðin vinsamlega skeiði merki. Situr hún hjá eða lýsir sig vanhafa? Hún lýsir sig vanhafa, afsakið. Bæjarstjóri, takk fyrir ábendinguna. Hann er samþykktur. Næst myndi það vera 17. liður, Kópabraut 11. Orðið er laust þann lið í fundargerð. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs? Svo er ekki og ber ég 17. lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiði merki. Og hann er samþykktur 11.0. Næst er það 18. liður, þetta fer alveg að taka enda. 18. liður, Tjarnargata 36, umsögn byggingarleyfi. Þeir sem er einhverju sem vilja tekja til máls undir þeim lið, 18. lið. Svo er ekki og ber ég þann lið til samþykktar undir fundin, þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiði merki. Hann er samþykktur einnig 11.0. Þá er það 19. liður, Háholt 17, umsókn byggingarleyfi. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki, þá ber ég 19. lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt 19. lið vinsamlega skeiði merki. Og hann er samþykktur 11.0. Nú þá kemur til umræðu fundargerðin í heild sinni og orðið er laust til fundargerðina. Er einhverju sem vilja ræða fundargerðina? Það myndi vera Guðbrandur Einarsson. Guðbrandur Einarsson, gerðu svo vel, velkomin í pontu. Virðulegur forseti, þetta sem mig langar að nefna hér núna það er næst síðasti liðurinn sem er ný hreinsistöð, þar sem kynnt er tillaga staðsetningu og útlit á nýrri hreinsistöð. Það er auðvitað ánægjulegt að þetta skuli vera komið í vinnslu og ekki vanþörf á þessu, búið að vera lengi í umræðu og við höfum ekki staðið okkur mjög vel í því sem er að gerast neðanjarðar. Það er svona eðli pólitíkus að gera meira það sem sést. En þetta er auðvitað bara ánægjulegt að þarna skuli vera að koma fram hugmyndir. Jafnframt erum við að ræða það við HS Veitur að möguleika á því að HS Veitur yfirtaki veitukerfið, frárennsliskerfið okkar í Reykjanesbæ og þær viðræður eru bara í gangi og hafa ekki leitt ennþá til niðurstöðu en gæti bara
komið öllum til góða ef að slíku yrði. Mér langar jafnframt að minnast á opinn íbúafund sem var haldinn í gær breytingar á deiliskipulagi. Hann var illa sóttur en athyglisverður engu að síður að vera að kynna breytingar á deiliskipulagi, Hafnargötu og Suðurgötu og þess sem er þar á milli. Mjög athyglisverðar hugmyndir breytingar á því svæði sem munu hafa mjög skemmtileg áhrif til framtíðar á þetta Hafnargötu svæði. Eins erum við að sjá í þessari fundargerð núna að það eru uppi hugmyndir nýjar byggingar á Hafnargötunni og verið að óska eftir heimildir til að deiliskipuleggja og þetta auðvitað bara alltaf hinu góða. Það eru hugmyndir tugir íbúða við Hafnargötuna til framtíðar og ég held að við ættum að taka þessu með opnum huga og reyna að fylgja þessu eftir eins og kostur er. Það mun auðvitað bara breyta ásýnd sveitarfélagsins ef að allt þetta nær fram að ganga. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerðinni í heild sinni, þá ber ég hana undir fundinn til samþykktar sem þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skrifa merki. Fundargerðin er samþykkt 11:0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst 2019. Orðið er laust. Margrét Sanders hefur kvætt sér hljóðs, gjör svo vel Margrét. Kem hérna, fyrirgefðu forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna undir fundargerð velferðarráðs og er að ræða lið sem er síðastur á dagskrá eftir jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar, en það er formið sem ég er að tala núna. Það er vegna þess að þetta er samþykkt í velferðarráði fyrir sitt leyti eða það stendur aftast í jafnréttisáætluninni samþykkt í velferðarráði 14.8.2019. En málsgreinin þar fyrir ofan þá stendur ábyrgðaraðili stefnunar er stjórnsýslusvið og skulu niðurstöður áætlana og verkefna ávallt kynntar í bæjarráði. Og þetta er jafnréttismálin eru væntanlega þá undir velferðarráði. Mannustjóri er væntanlega eitthvað með jafnréttismálin, en það verður þá að breyta og ég er núna ekki að tala um stefnu því ég ætla að tala um það aðeins og eftir og ég ætla ekki að vera mjög langvar þá heldur, en núna er ég bara að tala um formið. Mér finnst eitthvað skrítið að þetta skuli fara inn í velferðarráð. Ég skil alveg að Hera koma að þessu en þetta fara inn í velferðarráð, en þetta er á stjórnsýslusviði, er velferðarráð að vísa þessu stjórnsýslusviði, það er eitthvað bogið við þetta hjá okkur. En mér langar bara að benda á þetta og ég átta mikið alveg á, hver gerir hvað, hver ræður hverju, hver er að fjalla um hvað. Já, eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Guðný Birna Guðmundsson dóttir hefur kveðið sér hljóðs, gjör svo vel Guðný Birna. Kæri forseti, glæsilega bæjarstjórn. Aðeins til að koma inn á þessu hjá þér, Margrét, er að jafnréttisáætlunin áður kom fyrir velferðarráð og þetta er að breytast núna með jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar 2019. Þar kemur fram stjórnsýslusvið Reykjanesbæjar ber ábyrgð vissulega á framkvæmd jafnréttisáætlunar og mannustjóri Reykjanesbæjar hefur eftirlit og umsjón með jafnréttisstarfi Reykjanesbæjar sem atvinnurekanda. Og þetta er þríþætt sem er talað upp sem ég kem aðeins inn á eftir þegar við ræðum sérstaklega jafnréttisáætlunina, hvernig Reykjanesbær kemur inn á þetta að þríþættu hlutverki, en þetta hefur verið á velferðarsviði og fer þar aftur inn til álitsgjafar en verður engu að síður núna þá mun stjórnsýslusviði bera ábyrgð á framkvæmd jafnréttisáætlunar.
Orðið er laust til fundargerðar velferðarráðs. Það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs. Þá ber ég fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst 2019. Undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt 11.0. Næst er það 4. liður á dagskrá jafnréttis áætlun Reykjanesbæjar 2019 til 2023 fyrri umræða. Orðið er laust jafnréttis áætlunina og Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvað sér hljóðs. Gerðu svo vel, Guðný Birna. Kæri forseti og ágæta bæjarstjórn og bæjarstjóri, ég ætla aðeins að fylgja þessu efni okkar úr hlaði og líka bara til smá kynningar fyrir bæjarbúar sem eru að hlusta á okkur. En ástæða fyrir þessar jafnréttis áætlun Reykjanesbæjar er að samkvæmt 2. málsgrein 12. grein laga nr. 10 frá 2008 jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla skulu sveitarfélög setja sér jafnréttis áætlun til 4 ára og hún er endurskoðuð reglulega að minnstakosti eða lagt til ári eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Í jafnréttis áætlun á að koma fram hvernig unnið skuli að kynja samþættingu á öllum sviðum ásamt framkvæmdaáætlun það hvernig leiðréttur skuli mismunur á stöðu kvenna og karla innan sveitarfélagsins. Áhersla er lögð á að sveitarfélög sem atvinnurekendur setji sér markmið og aðgerðaráætlun hvernig þau skuli tryggja starfsfólki þau réttindi sem kveðið er á sérstaklega í 19. til 22. grein jafnréttislaga. Það er að segja sem snýr að 19. grein launajafnrétti, 20. grein sem kemur að lausum störfum, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun. Í 21. grein er lagt upp með samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs og 22. grein kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni. Til hvers erum við að þessu, spyr ég ykkur kannski. Við byggjum á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem að kveður á að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarhátta, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarar stöðu. Sérstaklega er kveðið á jafnan rétt kvenna og karla. Og þessi jafnræðisregla stjórnarskrárinnar okkar er grundvöllur jafnréttis áætlunar Reykjanesbæjar. Það er það sem við byggjum þessa jafnréttis áætlun á. Jafnréttis áætlun Reykjanesbæjar í heild sinni tekur til stjórnkerfis Reykjanesbæjar, starfsmanna bæjarins og til starfsemi og þjónustu sem stofnanir bæjarins veita bæjarbúum. Þannig að þetta er þessi 3 hlutverk sem okkur ber að framfylgja. Jafnréttis áætluninni er því ætlað að taka til ólíkra hlutverka sveitarfélagsins. Það er í fyrsta lagi sem stjórnvalds, í öðru lagi sem atvinnurekanda og í þriðja lagi sem veitanda þjónustu. Þannig að við erum með gríðarleg ábyrgð sem við þurfum að framfylgja með þessari áætlun. En markmið áætlunar er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins okkar. Og eins og ég kom inn á áðan, þá mun stjórnsýslu sviði Reykjanesbæjar bera ábyrgð á framkvæmd jafnréttis áætlunarinnar og mannauðsstjóri Reykjanesbæjar hefur svo eftirlit og umsjón með jafnréttisstarfi Reykjanesbæjar sem atvinnurekanda. Aðeins að samantekt velferðarráð hefur farið yfir núgildandi jafnréttisáætlun sem samþykkt var 16. febrúar 2016, þannig að við erum að endurskoða það og hefur haft til hliðsjónar við þá endurskoðun fyrirhugaðar breytingar á stöðu jafnréttismála innan sveitarfélagsins við gildistöku endurskoðaðs stjórnskipulags sem við tókum í gildi 1. september síðastliðinn og jafnlaunastefnu sveitarfélagsins sem samþykkt var í bæjarstjórn í desember síðastliðnum. Einnig er sett inn í áætlunina áherslu á að Reykjanesbær leggi áherslu á að unnið verði úr kynjaðri fjárhagsáætlunargerð hjá sveitarfélaginu. Þannig að það eru mörg markmið og mörg tækifæri þarna inn á. Þær helstu breytingar sem hafa verið gerðar er að tekið er út ýmis ákvæði og lagfært annað eins og þið sjáu, kæru bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að lesa þetta allt upp fyrir ykkur,
Þið sjáið hérna á fylgigögnunum breytingar sem hafa verið til á velferðarráði. Ýmist hefur verið bætt við eða tekið út, þannig að endilega kynnið ykkur það sem þar kemur fram. En svo var og stendur hérna áherslur frá sviðsstjóranum okkar, henni Heru Ósk Einarsdóttir, og ber ég henni bestu þakkir fyrir góða vinnu við þessa jafnréttisáætlun og velferðarráðinu einnig. En markmiðin þurfa að vera mælanleg og það er mikilvægt. Það er ekkert mál að setja svona flotta áætlun og fylla hana orðum og svo hendur svona í skuffu og gera ekkert við þetta. Þannig að við þurfum að passa það að við ætlum að gera eitthvað við þetta, við ætlum að fylgja þessu eftir og við ætlum að geta mælta hvað við erum að gera og hvernig við ætlum að gera og mikilvægt einnig að við forgangsröðum þeim verkefnum sem við ætlum að vinna. Í framkvæmd áætlun skal tilgreina hver ábyrgð aðili fyrir framkvæmd verkefna og kostnaði með þetta ef umræddar aðgerðir kalla á fjármagn. Við sjáum strax, við erum að ráða inn fleiri konur sem ber að fagna. Við erum búin að ráða inn lýðheilsufulltrúa, fjármálastjóra, forstöðumann Súlunar og aðstoðarmann bæjarstjóra sem eru allar konur. Þannig að við erum að uppfylla jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar og velferðarráð mælir með að bæjarstjórn samþykki að vísa þessari jafnréttisáætlun til seinni umræðu í bæjarstjórn og endilega kynnið ykkur bæði áætlunina, kæru bæjarfulltrúar og athugasemdir sviðsstjórans. Takk. Orðið er laust jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Margrét Sanders hefur kvatt sér hljóðsker, svo vel Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er búið að samþykkja á Alþingi að fyrirtæki og stofnanir með 250 starfsmenn eða fleiri þurfi að uppfylla og fara í gegnum jafnlaunavottun. Og jafnlaunavottunin fyrir sveitarfélagið eða Reykjanesbær átti að fara í gegnum þetta fyrir 31. desember 2018 en eins og flest sveitarfélög og fyrirtæki á Íslandi með 250 starfsmenn eða fleiri. Þetta hefur verið þungt í vöfum og þannig að Alþingi samþykkti að beita ekki sektarákvæðum fyrir 31. desember 2019. Af hverju er ég að nefna þetta? Það er vegna þess að einn stór liður í jafnlaunavottuninni er að sveitarfélag á að setja sig jafnréttisstefnu og jafnlaunastefnu. Og til þess að jafnréttisstefnan verði samþykkt af úttekt þá þarf jafnréttisstofa að samþykkja það. Þetta er ekki þungt í vöfum en þetta er bara ákveðin prósess. Þegar að jafnréttisáætlunin var samþykkt síðast, þá var þetta kallið jafnréttisáætlun og þetta er metnaðarfullt og bara takk Guðni Birna, þetta var mjög vel framsett hjá þér það sem þú varst að fara yfir og tek undir það sem þú ert að segja. En ég myndi breyta nafninu á þessu, ég myndi kalla þetta jafnréttisstefnu og við þurfum akkurat til þess að senda þetta til jafnréttisstofu og fá þetta samþykkt, þá verðum við að gera jafnréttisáætlun og þá kemur aðgerðalistin. Hvað erum við að fara að gera, hver ber ábyrgð og hvenær ætlum við að klára það. Öðruvísi samþykki jafnréttisstofa það ekki. Og þess vegna myndi ég vilja allavega breyta nafninu á þessu, þetta er jafnréttisstefnan okkar og svo þurfum við að gera aðgerðaáætlun, senda þetta á jafnréttisstofu fyrir að samþykkt. Þarna þarf mannustjóri að koma sterkur inn vegna þess að hann er að vinna væntanlega að jafnlaunavottunar undirbúningnum, vegna þess að það er óþarf að vera að mannustjóri sé öðru megin og svo þetta sviðstjóri velferðarsviðs hinum megin, væntanlega hafa unnið eitthvað saman, en þetta er klárlega eitt af stóru kröfunum í jafnlaunavottuninni, það er þetta. Þannig að eitt líka, það er aldrei sérstakt að löggjafinn, hann setur þarna lögum að þetta á að vera þarna ekki síðar en ári eftir kosningar og þannig að þetta er á 4 ára fresti og þetta á að duga í 4 ár. En svo er jafnréttisstofa að krefjast þess að það sé sent á 3 ára fresti inn, bara þannig að þið vitið að því. Takk. Já, eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvatt sér hljóðsker, svo vel Guðný.
Kæri forseti, kæra bæjarstjórn. Já, ég tek undir með Margrét Sanders. Reykjanesbær er að vinna að því að klára jafnlaunavottun og vonandi nær það fyrir árslok 2019. Það er líka hluti af tillögum sem Reykjanesbær sem atvinnurekanda að meginmarkmiðið vottunarinnar er að vinna gegn kynbundnum launamönnum og stuðla að jafnrétti og tengja saman þessa umrædda jafnréttisáætlun við jafnlaunastefnu sveitarfélagsins. Jafnlaunastefnur hafa þó reynst þungar í vöfum og vonandi náum við þessu, við einblínum okkar að því besta og auðvitað eru yfirvöld með mismunandi fresti og ekkert stenst í þeim efnum. En við reynum okkar besta og við munum bara á endilega góða punktum með nafnið og þetta er fyrri umræða þannig að við skulum bara taka til okkar og fara yfir þetta bara að gera. Takk. Já, með leyfi fundarins langar forseta að segja nokkur orðum jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við sem að stíga þessi skref í jafnréttismálum. Jafnréttismál í okkar samfélagi eru mjög brýn. Við sjáum ákall sérstaklega yngri kynslóðarinnar það að við klárum þetta mál. Það er eitt að leggja eitthvað fram og góðra gjalda vert og oft fyrsta skrefið í átt að því að gera breytingar í samfélaginu. En það er mjög mikilvægt að orðum fylgi þá efndir. Það sem að kemur fram í þessu plaggi meðal annars er það sem að snýra kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri áreitni og ýmsu sem að við að sjálfsögðu viljum ekki sjá, hvorki á vinnustöðum né í okkar samfélagi, en veruleikinn er samt sá. Og við eigum að sjálfsögðu að bæði ríki og sveitarfélög að ganga fram með góðu fordæmi þegar kemur að jafnréttismálum í heild sinni. Annað sem að mér dettur í hug og mér langar að nefna í þessu tilliti og það eru svokölluð hefðbundin kvenna- og karlastörf. Nú hefur það verið þannig að vinnumarkaðurinn hefur þróast þannig að það myndast ákveðnar stéttir sem eru frekar byggðar upp af öðru hvoru kyninu og ríki hefur ekki að mínu áliti staðið sér sérstaklega vel á gagnvart þessum þætti og ég velti fyrir mér út frá svona jafnréttis sjónarmiði hvort að við þurfum ekki að stíga fastar niður þar og þá er ég sérstaklega að velta fyrir mér skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu sem er mjög skipt og ég var nú svo heppinn að fá að taka þátt í vinnu til að byrja með, ég er nú ekki þar lengur í nefnd á vegum velferðarráðuneytisins karla og jafnrétti og tilgangurinn þar var að fylgja eftir þingsályktun sem sett var 2013 af hálfu Alþingis til þess að reyna að tryggja það að hér á Íslandi komist jafnrétti lengra og þó svo að við séum framar en mörg önnur lönd þá eigum við margt óunnið í þessum málaflokki. Ég langar að nefna nokkra þætti sem hafa komið upp í þeirri vinnu og þá fyrst ber að nefna það sem að snýra að jákvæðum hvötum til þess að tryggja jafnrétti. Jákvæðir hvatar hafa verið notaðir á mörgum byggstöðum til þess að reyna að ýta svona samfélagslegum þáttum í betri farveg. Þar hefur bæði Sjúkraliðafélag Íslands og félag hjúkrunarfræðinga verið með hugmyndir í þá átt að reyna að auka þátt karla og reyna að hvetja þá til náms í hjúkrunarfræði. Það eru ótrúlega fáir sem að sækja í hjúkrunarfræði. Við sjáum sama verið að gerast innan kennarastéttarinnar. Það sem að nú er kennarastéttin og kennarar, þar er almennt því miður. Veruleikinn sá að nú fellur þetta undir stimpilinn kvennastétt og hvað þýðir það? Það þýðir meðal annars það að þær stéttir borið saman við aðrar eru með lægri laun heldur en hefðbundnar karlastéttir. Ég fagna þessari jafnréttisáætlun, ég vildi bera þessa punkta upp vegna þess að þeir hafa verið mér hugleiknir svolítið skeið og vill meðal annars benda á það að kannski ættum við að stíga fastar niður, við ættum að skoða það á milli þessara umræðina
og vil kasta fram þeirri hugmynd að sveitarfélagið velti fyrir sér að vera með jákvæða hvata til þess að laða að og jafna kynja hlutföll hjá sveitarfélaginu. Við erum með ákveðin lög sem Alþingi sett á sínu tíma sem að snúa að skipun í nefndir. Það hefur engum þótt það annað en eðlilegt að við reynum að hafa hlutföllin þar jöfn, eins jöfn og hægt er. Það er að tala æskilegast væri auðvitað helmingsskipti kalla og kvenna en svona 60-40 er það oft og það þarf að sýna fram á það ef að svo er ekki og einhver gerir athugasemd við það þá ber sveitarfélaginu og ríki að koma til móts við það ef að ekki eru gild rök fyrir. Á sama hátt velti ég fyrir mér hvort þessi komið tími til að innleiða eitthvað svipað þegar kemur að mönnun hjá ríki og bæ, til að mynda bara í leikskólunum okkar. Við tölum jafnréttismál og ég velti fyrir mér hvert er jafnrétti barnanna í því að hafa ekki fyrirmyndir í leikskólum af nema öðru kyninu eða í öðrum þáttum daglegs lífs hjá okkur. Það er ákveðið jafnrétti myndi ég að segja. Þannig að við ættum að velta þessu fyrir okkur á milli umræðna. Ég vildi svona koma þess að, eins og ég segi, þetta hefur verið mér hugleikið og ég sé mjög mikil tækifæri í því að við förum fram með góða fyrirmynd varðandi jafnréttismál Reykjanesbæjar. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar? Ef svo er ekki þá vísa ég jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar 2019 til 2023 til seinni umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi sem að myndi vera 3. september. Við ferum rétt með. Þeir sem geta samþykkt að vísinni til annar umræðu vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt 11.0. Þá myndi vera dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar tæmd og geri forseti nú hlé á fundi til þess að ganga frá fundargerð.
Fundargerð 570. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll, 20. ágúst 2019 kl. 17. Og viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöf Assandes, Styrmi Gauti Fjellsteð, Gunnar Felix Rúnarsson, Andri Örn Víðursson, Jasmína Sernag, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs var 15. ágúst 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og fundargerð bæjarráðs í sumarleyfi bæjarstjórnar. Til máls tók Anna Sigríður Jóhannesdóttir Sjálfstæðisflokki og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókun en hún barst rafrænt. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson og Margrét Assandes. Fundargerðin frá 15. ágúst 2019 samþykkt 11.0. Annað máli fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. ágúst 2019. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 16. ágúst til sérstakrar samþykktar. 7. liður fundargerðarinnar Hótel Keflavík viðbygging var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. 7. liður Djúpuvogur 9 niðurstaða grenndarkynningar var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 10. liður fundargerðarinnar Bólafóti deiliskipulag var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 15. liður Brekadalur 59 stækkun og byggingarreit var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 16. liður fundargerðarinnar Skólavegur 48 stækkun var samþykktur með 10 atkvæðum án umræðu. Anna Sigríður Jóhannesdóttir Sjálfstæðisflokki lýsti sig vanhæfa. 17. liður fundargerðarinnar Kópabraut 11 bílskúr var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 18. liður Tjarnargata 36 umsókn byggingarleyfi var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Og 19. liður Háholt 17 umsókn byggingarleyfi var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tók Guðbrandur Einarsson og fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11.0. Þriðja máli fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Margrét Assandes og Guðný Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin samþykkt 11.0. Og fjórða mál jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar 2019 til 2023 fyrri umræða. Guðný Birna Guðmundsdóttir tók til máls og fylgdi jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar úr hlaði. Forseti gaf orðalaust. Til máls tóku Margrét Assandes, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson. Jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar vísað til síðari umræðu 3. september næstkomandi. Samþykkt 11.0. Þá liggur fundargerð 570. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Þakka ykkur fyrir þennan fyrsta fund hér í Merkinesi. Fundi slitið. Já.